Einar, það færði ykkur þennan sigur, þetta var náttúrulega bara spennandi eins og hugsað skal. Já, ég er búinn að segja það bara alltaf, ég held að vörnin, hún hélt allan leikinn, þeir voru í basli með að fá stöður og spiluðu náttúrulega mjög mikið 7-6 og vörnin var frábær bara í allan leikinn, mér fannst markværslan, hún var svona dálítið, komu kaflar sem var mjög góður og svo datt hún svolítið niður en svo kemur Breki með stóra bolta í lokin og ég held að það gerði það endanlega að gefa munin en bara þessi vörn og svo svona fín markværsla þetta er svona bara sem þetta er típiska við vorum að ströggla og unni mikið sóknarlega meira heldur en oft áður og í seinni hálfleik þar að segja hún frábæri fyrir þannig að þú veist sem er líka bara afturlega bara með frábært lið það er bara ekkert sjálfgefið að skora 30 pluss mörk á þá, þannig að þetta er bara vel gert hjá okkur sko. Og það er kannski megin munur að það stundum verið varnarleikur sem hefur verið að bregðast ykkur en sóknarleikur svona fara á kostunum þannig að þið sýnið alveg að þið getið vel spila góða varnarleik. Já, ykkur er að tala um það, ég finnst við bara spila frábæra vörn og búin að gera það eiginlega í alla vetur, kannski fyrir utan fyrstu leikin eitthvað svo leið sko. En ég hef náttúrulega ekki þessi yfirbúrþekkingu sem margir sem er að fjalla um þetta á handbolta, þannig að þú veist, ég meina þegar við þurfum eða þú veist, þegar við erum í brasi sóknarlega þá einhvern veginn erum við náðu að vinna leikinn á vörn og svo ef við erum að fá mikið mörkum á okkur sem er oft bara hluta leikinnir hjá okkur er líka mjög hraðir, það er bara þannig, það eru margar sóknir þannig að þó við sem að fá stundum mörk á okkur þá er kannski prósentan ekkert eitthvað hróðaleg sko, þannig að við bara, þú veist, þurftum að spila góða vörn í dag og vera svona kannski klókir en þú veist, þetta var ekki einn svona það var engin flötasýning sóknarlega en þú veist, við unnum, þannig að við bara þykjum það.